Fjöldi fólks alltaf að spyrja mig. Villi, hvað framundan hjá Strætó? Gaman að segja frá því að ég veit það. Ein nýjung sem væntanleg kallast kapp eða capping á ensku. Kapp greiðsluþak sem virkjast sjálfkrafa í klappgreiðslukerfinu innan sólarhrings eða innan viku. Tökum dæmi. Ef þú notar 3 staka miða á sama deginum, þá ferðastu frítt með Strætó út daginn. Kappþakið gerir það að verkum að þú borgar aldrei meira en andvirði 24 tíma passa í Strætó. Ef þú virkjar 9 staka miða innan 1 viku, þá ferðastu frítt út vikuna. Þetta finnst mér sanngjarnt. Þeir sem nota mikið, borga minna. Annað frá Strætó sem ég mjög spenntur fyrir og alveg að koma, eru greiðslur borð í Strætó með snertilausum greiðslukortum. Þá myndu geta lagt símann þinn, debitkort eða kreditkort upp að skannanum til að greiða fargjaldið, bara eins og þú gerir út í búð. Stakur miði fyrir fullorðna verður eina fargjaldið sem verður í boði með þessari leið. Ef þið langar að kaupa afsláttarfargjöld, þá þarf að fara í gegnum klappgreiðslukerfið. Þú ættir að þekkja það vel úr síðustu kúrsum. Ef ekki, getur þú spólað tilbaka og hort aftur. Nýtt leiðanet framtíðarsýn almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Áherslur nýja leiðanetsins snúast betri tíðni, styttri ferðatíma og fleiri séragreinar. Því Strætó á það til að festast líka í umferðinni. Það má skipta nýja leiðanetinu upp í 2 tegundir leiða. Stofnleiðir sem munu tengja stærstu hverfi höfuðborgarsvæðisins og verður grunnurinn að borgarlínuleiðum framtíðarinnar. Og almennaleiðir sem munu þjóna hverfum sem eru ekki göngufæri við stöðvar stofnleiðana. Þú getur kynnt þér nýtt leiðanet og borgarlínuna á strætó.is og borgarlínan.is.